Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru listamenn. Hingað komin Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir, listamaður og forsvarsmaður fyrirbæris á Ægisgötu, og Magnús Ebbi Ólafsson, tónlistamaður og í forsvari fyrir tónlistarþróunarmiðstöðina á Granda. Þeir eru svona hingað komin til að ræða við mig listina í borgarrými og kannski mikilvægi þess að hafa gott afdrepp fyrir skapandi fólk. Þið voru með tónleika, Magnús, síðustu helgi, þið voruð með styrktartónleika. Já, það er rétt, við vorum með styrktartónleika til styrktar T.N.M. Í ljósi þess að T.N.M. er búið að tilkynna lokun í núverandi rými og flutningar kosta sitt, þannig að við fengum með okkur 12 hljómsveitir til þess að halda svona maraþontónleika sem að gekk bara rosalega vel. Og þetta er tilkomið þegar það er alltaf þessi hætta sem að vofir yfir skapandi fólki í borgarumhverfinu að þeir virðist að því er hent út fyrir eitthvað annað á einhverjum tímapunkti, og það er oft mikil óvissa svona framtíðina. Það er aldrei hægt að gera mjög langa leigusamninga fram í tíman og annað slíkt. Er ekki sammála því? Jú. Þetta er mjög erfitt að gera langa leigusamninga, og skrítið jafnvel að staðir eins og tónlistarþróunarmiðstöðin sem hefur verið þarna síðan 2003 og með starfandi tónleikastað síðan 2004 sem gerir þetta einn af elstu tónleikastöðum á höfuðborgarsvæðinu. Já, það er rétt. Akkurat, og þetta er svona einmitt þessi ótrygga framtíð. Og þú þekkir þetta vel, Katrín, af Ægisgötunni. Kannski fá þið til þess að útskýra aðeins Ægisgötuna fyrir okkur. Já, Ægisgöta 7 er sem sagt bara rými fyrir vinnustofu listamanna, bara þvert á greina. Við erum líka með tónlistamenn, en þeir eru færri vegna þess að það er erfitt að hýsa tónlistafólk vegna háa það. En því miður, það þurfti að vera, því miður er vand með farið. En það eru tónlistamenn en kannski bara 10% af heildinni. En þetta eru flestir eru myndlistamenn og hönnuðir, og svona kjarnin eru listamenn sem koma frá, eða svona eru virkir félagsmenn í Myndhöggvarafélagi Reykjavíkur sem er á Nýlendugötu 15. Þannig að þetta er svona, Ægisgöta 7 er fullkomin staðsetning fyrir fyrir Myndhöggvarafélagi. Svona framlenging á þeirri aðstöðu sem þar er. Og við vissum reyndar alveg í byrjun að það væri önnur framtíð fyrir húsið eða bygginguna en að hýsa listamenn til framtíðar. En við öll bara sættum okkur svolítið bara við að vera í einhverju svona óvissu, bara til þess að nýta bara hvern einasta mánuð, ár, allt skiptir máli. Af því að ég held að listamenn svona yfir höfuð eru kannski bara í svo miklu óvissu bara yfirleitt, og það þykir kannski bara svolítið eðlilegt, og maður er líka kannski bara svolítið nauður og tilneyddur til þess að samþykkja ýmislegt, bæði hvað var að tíma og svona kannski ástand húsa. Maður svona sættir sig við ýmislegt sem kannski aðrir myndir ekki sætta sig við vegna þess að það er bara erfitt og vond með farið að fá húsnæði til þess að vinna í. Akkur allir borgin, eða bara ríkir hennilega, svona sjá ekki og halda ekki utanum skapandi rými fyrir alls konar fólk? Já, það er stórti spurt. Sko, ég held að það snúist oftast kannski peninga. Og þó að borgin sé með einhverja stefnu eða einhverja yfirlýsingu eða einhver markmið eða eitthvað svona ramma, svona hugmyndafræðilega séðan, að þá
áum svo erfitt með að takast á við bara fastegna eigundur af því að þeir sem eiga þeir ráða á endanum. Þetta kannski aðalega bara svona einhver svona lög og einhver svona reglugerðir sem þarf að vinna í kringum. Þannig að alveg sama hvað borgin vill þá verður hún bara að eiga til þess að geta gert eitthvað. Vegna þess að ef lögin segja að það sé hægt að þá er það ekkert mál að gera það sem maður vill gera ef maður á peninga til þess að gera það. Sko, ég veit ekki alveg með ykkar sögu almennilega og ég veit að tónlistin hefur verið er mjög illa stödd. Já, það er þreytt af tónlistafólki mikið. Það er mjög erfitt að vera tónlistarmaður í dag. Bæði með skort á húsnæði og einmitt eins og þú komst inn á að eigendur húsa að þeir eru mjög tregir til að oftar en ekki til að leigja til listamanna og þá sérstaklega tónlistamanna einmitt út af hávaða og það hefur verið mjög erfitt að finna leiguplás, langir biðlistar. Til dæmis var Téðhóttnem með 25 hljómsveita biðlista og já. En af hverju er þetta mikilvægt? Af hverju er mikilvægt að vera með svona skapandi rými fyrir fólk? Já. Þetta er bara svo mikil útrás fyrir mig sem tónlistamann og þungarokkara að ef að ég er búin að eiga erfiða viku eða erfiðan dag að þá er fátt betra en að geta komist inn í rýmið og bara hækkað vel og spilað með fólki sem að ég er búin að spila með í langan tíma og treysti og það skilur bara frústrasjónina og að geta komið þessu frá sér á svona sinn skapandi máta, það er svo mikilvægt. En svo líka í þokkabót þá er svo margir sem að tengja við bara sérstaklega tónlist. Allavega mínum mati þá eru rosa margir sem að tengja við tónlist og það að geta farið á tónleika og fylgst með hljómsveitum vaxa og dafna, það er ofboðslega mikilvægt. Já, mikilvægi húsnæðis er einhvern veginn svona grunnur alls, myndi ég segja. Allavega svona út frá Þetta er svona hvað við gefum pláss í okkar samfélagi. Algjörlega. Við erum tilbúin til þess að njóta afurðana en kannski ekki tilbúin til þess að svona lyfta undir að það séu skapaðar yfir höfuð. Sko, ég myndi líka þessu við bara svona eins og með fótboltamann eða fótboltafólk. Það getur ekki spila fótbolta nema að vera með fótbolta. Og allavega sem listamaður að þá er húsnæði alveg rosalega mikilvægt. Það eru nokkur atriði sem það eru nokkur atriði sem spila inn í og það er kannski númer 1 bara til þess að æfa sig og til þess að gera tilraunir og þú vilt ekki fara einhvern veginn beint inn í listasalinn og sína verk nema að hafa unnið að henni. Bara eins og íþróttafólk, mér finnst það gott að setja þetta í samhengið mitt. Og svo þarf maður líka að vera með rými til þess að sko hýsa bæði efni við og verk sem maður býr til. Eins og sko listaverkin sem ég bý til ég verð að hýsa þau af því að þau eru einhverju leyti líka bara mitt ellilífeyri. Þú veist, þetta er það sem ég er búin að fjárfesta í og maður getur ekki einhvern veginn ætlast til þess að verkin sín séu metin að þeim veruleikum, þú veist, sem þau eru þess stundina sem maður er að kannski vinna þau og sýna þau. Af því að það er svo oft þannig að listin er nokkur skrifum undan samtímanum og þá getur maður ekki einhvern veginn ætlast til þess að einhver kaupi verkin lega maður sýni þau. Þannig að það þarf að geyma þau til þess að geta og líka bara eins og, þú veist, ég vinn í mjög svona hörðu efni og mér líkamleg vinna og ég veit ekki hvort ég get unnið þannig vinnu því ég er komin á 60 eða 70 aldur og þá á ég ennþá verk sem eru
sem ég gerði því ég var yngri, þú veist, sem eru unnin að mér frá A til Ö og það getur verið rosa mikilvægt bara fyrir hérna mig sem eldri mannesku og já, bara að hafa einhvers konar aðeins og líka bara, þú veist, ég sé mig oft líka bara sem listamann þá ég að vinna fyrir þú veist, þjóðina þú veist, þetta þjóðareign að mörgu leyti, þú veist, þetta eitthvað sem við sköpum og við deilum með, þú veist, þjóðinni og samfélaginu þannig að þetta já, það þarf að hérna verja að passa upp á þetta og það get ég gert á vinnustofinu minni og svo efnið líka bara við ætlum að hugsa bara að vera sjálfbær og vera bara að hérna sína náttúrunni þá virðingu sem hún á skilið að þá gott að geyma efnið þetta oft svona eitraður og kannski dýr efnið sem að vinna og þannig að það betra að geyma heldur en að vera hendunum þú veist að þú þarft að nota hann síðan kannski setna meir en ef maður ekki með vinnustofu eða geymslusvæði þá þarf maður að farga mun meira og kaupa meira og eins og í myndagráfélaginu þá erum við með rosalega flott svæði fyrir alla félagsmenn til þess að vinna í þetta eru svona verkstæði sem getur unnið en þú getur kannski ekki verið með verkið þetta á gólfinu eða á okkur borði í lengri tíma af því aðrir þurfa að nota svæðið þetta er svona eins og þið væri í æfingarhúsinu og myndi aldrei ganga frá eftir ykkur þú veist, þannig sé þannig að enginn gæti einhvern veginn þverfóta fyrir hljóðfærum annara Akkurat og þá er rosa gott að geta verið með sitt eigi rými sem að geta þá verið að færa verki frá og til og svona þú veist þannig að þá getur maður unni í lengri tíma jáft og þétt og svo náttúrulega félagskapur heilmikill félagskapur í því að vera í svona einingu já og mikilvægur svona jafningjastuðningur algjörlega og ég held að Virginia Woolf talaði líka að hún þú veist þó hún sé bara rithöfundur eða ekki bara rithöfundur, ekki miskila mig bara ég skrifa líka mjög mikla virðingu fyrir rithöfundum en það er öðru vísi en hún talaði að þú veist, einu sem hún þarf að vera með rými og tími náttúrulega peningur og rými líka að einhverju leyti til þess að geta skapað þannig sko ég veit ekki eins og við erum með sambandi íslenskra myndlistamanna SÍM og þau félagasamtök voru stofnuð á sínu tíma vegna vinnustofu skort listamanna löngu fyrir mína tíð og SÍM rekur ennþá núna vinnustofur og yfirleitt þetta leiguhúsnæði í skemmri tíma þar sem eigendur ætla sér eitthvað annað með eignina og hægt að leigja aðeins ódýrara kannski í eitthvað tíma þannig að það er rosalega mikið þannig að listamenn eru kannski að flytja inn og pakka saman og mér finnst bara þegar kannski til dæmis listamenn eru kannski með þú veist 40 ára reynslu eða starfs tíma og eru komin kannski á einhvern aldur sem það er bara ekkert auðvelt að flytja vinnustofu á milli að þá finnst mér að vera rosa mikilvægt að vera með smá svona öryggi fyrir listamenn sem að þurfi ekki að vera að færa sig og flytja og það er rosa mikið álag líka En náttúrulega fer heldur ekkert voðalega vel með búnað að vera bara endalaust að pakka hana saman og flytja hana á milli staða og eins og í tilfellinu hjá hljómsveitum að það væri alveg skelfilegt að ef við þurftum að taka niður trommusettið og setja það upp í hvert einasta skipti fyrir hverja einasta æfingu af vísu er trommusettið hjá okkur frekar stórt en það tekur alveg hátt í 1,5-2 tíma að stilla því saman og það fer bara ekkert voðalega vel með græjur að vera endalaust að flytja þær á milli staða hljóðfærin náttúrulega úr timbri þannig að þau eru mjög viðkvæm fyrir breytingum í veðri og það að vera með bara fast rými þar sem að maður getur verið með hljóðfæri og svona getur allavega staðið inn í rýminu að þá það er mjög
mjög mikilvægt sko. En hvers vegna haldið þið að því að þú líktir þessu við fótbolta og nú að byggja, þú veist, enn eitt fótbolta íþróttaleikvanginn í Laugardalnum stendur til og það og sem vel og okkur finnst það alveg fínt að íþróttafólk fái sitt pláss og geti spila leiki og tekið á móti gestum og þar fram til götunum en og það í hverjum einustu hverfum eru svona miðstöðar, íþróttamiðstöðar þar sem hægt að leggja stund og kappa á sína íþrótt og ganga að félögunum vísum og vera með svona eitthvað prógram í gangi. Af hverju ætli við hugsum ekki myndlistina eða tónlistina eins? Ég veit ekki, eins og til dæmis bara ef við hugsum bara svona, reynum að hugsa bara svona grunninn, bara hugsa börnin, þá tónlistanám og myndlistanám til dæmis mjög dýrara heldur en að æfa fótbolta. Sko, mér skilst að það kemur styrkur frá ríki eða borg með hverju einasta barni sem ykkar þá frístund eða þá íþrótta akkurat og þannig að þá það náttúrulega meiri peningar sem fara til fótboltafélags heldur en til dæmis Myndlistarskóli Reykjavíkur eða Tónlistarskóli Reykjavíkur af því að það eru kannski fleiri börn sem iðka fótbolta. Þannig að það þurfti einhvern veginn að vera öðruvísi kerfi sem myndi þá einhvern veginn öðruvísi kerfi þannig að þetta var ekki upp á fjölda að gera. Þetta eins og með styrkjunum var bara skipt í tvennt. Þetta eins og með landbúnaðina en mér skilst að bændur fá einhvern ákveðinn styrk fyrir hverja rollu sem meikar náttúrulega ekki sens ef við ætlum að reyna að vera eitthvað annað, ekki að framleiða umframt og svo framleiðis. Þannig að það þurfti að vera einhvern veginn öðruvísi kerfi. Þannig að það var hægt að niðurgreiða og líka þá eru náttúrulega fleiri sem spila fótbolta og þá eru fleiri sem horfa á fótbolta. En það eru svo margir sem að mæta á tónleika og njóta tónlistar bara heima og svo, ég meina við erum öll með eitthvað á veggjanum heima hjá okkur, eitthvað myndlist, förum á listasýningar helgar eða þegar gefst tími til, það eru stórar opnanir eða annað, fólk sækir svolítið þangað það sem, það svona ítt undir að það fari. Og oft fer þetta líka bara saman, það mjög reglulega tónlist á listaviðburðum hvort sem hún spiluð af bandi eða fengin trúbador eða einhver til þess að vera út í horni að spila. Algjörlega. Og ég veit ekki alveg af hverju þetta en ég held að þetta sé líklegast eitthvað tengt varðandi kannski gildið eða einhvers konar, það eitthvað svona þetta einhvers konar píramíti sem ekki alveg við erum svo tilbúin til þess að við erum rosalega stolt af myndlistarmönnunum stóru sem við eigum meisturunum Kjarval og Alfred Flóki og Nína og eitthvað svona sem við getum nefnt í þessu samhengi og sama með tónlistarfólkið Björk og Laufeyju og Sigur Rós og við erum alveg svona, við höldum með þeim en það svo skrítið að við einhvern veginn sem samfélag séum með þessa minnlóku samt gagvart því að búa til fleiri. Já, þetta er eitthvað svona þetta er svolítið kannski svona það vantar svona kannski að sjá og skilja að þetta er bara grafalvarleg bara vinna og þetta er ótrúlega erfið vinna. Þetta er ekki hobby þannig að já, þetta er svona eins og þetta er alveg eins og ætlar að þjálfa landsliðið til þess að komast í gegnum einhverja Evrópumót eða eitthvað annað slíkt þá þarf bara rosa mikið aga og tíma og vinnu og það er sama með listina þetta getur verið líka rosa mikið svona heppni og vera maður réttur stað en þetta er gríðarlega mikil svona þrautseigja og vinna mér finnst að ég upplifði rosa mikið eins og við séum ef við hugsum listir og menningu sem kannski, eða listir sem kannski auðlindir, þá finnst mér eins og ríkið, Ísland, við séum kannski ekki að nýta alla auðlindina, við gætum verið að nýta töluvert meira. Þetta áörðlega við tónlistina líka þar, þú veist eins og með, bara ef við förum inn í listamannalauna samtalið þá
þú veist, ég veit ekki hvort það sé kannski 20% af þeim listamönnum sem ættu faktist að vera á launum, fá laun. Þannig að það er rosa mikið af... Hugsa ykkur hvað við erum að fara með sér mikið. Já, við gætum verið að græða miklu meira, ef við hugsaum bara að græða, ef við hugsaum peninga og eitthvað svona, við værum að græða miklu meira í landkynningu og bara raunverulega peninga ef við værum að setja meiri peninga í þessar grunnstoðir. Og líka var þetta húsnæðið, sko, ég held að eina lausnin sé út frá þessu kerfi sem við búum í dag, þá er eiginlega eina lausnin bara að listamenn eigi sitt eigin húsnæði. Þannig að ég held að það er bara rosalega erfitt, þú veist, þó að borgin sé allir að vilja gerð og vill, þú veist, hafa borginni í einhverju ákveðnu vill hafa borginni í einhverju ákveðnu svona samingi, að þá eru það bara peningarnir og lögin sem ráða á endanum. Og þá þurfa listamenn bara að eiga húsnæði og já, þannig að ég held að það sé bara eina lausni. Þú myndist þess á tónleikastaðina. Já. Það hefur aðeins verið, og við höfum talað það svolítið hérna við þetta borð, áhyggjur tónlistafólks að það séu færri staðir til þess að koma fram og þeir séu að breytast. Og þeim fer fækkandi. Bara núna í byrjun mánaðar þá náttúrulega fór staður sem var að stækka mjög hratt og var með mikla aðsókn, það var börn. Já, einmitt. Þau fóru á hausinn núna í byrjun mánaðar og þurftu að loka. Og svo er Hellirinn sem hefur verið tónleikastaðurinn í T.M. Að hann lokar þá áramótin. Og það eru þá 2 tónleikastaðir sem eru farnir og ef við erum að tala sko frá mínu sjónarhorni sem meðlimur í hljómsveit sem er stór hljómsveit eða sem sagt það eru margir meðlimir að þá þurfum við alveg smá pláss og þá eru í rauninni eftir Lemmy í Austurstræti og Dillon. Það eru vissulega fleiri staðir en þetta eru þessi litlu staðir. Já. Það er ekkert hlaupið að því fyrir hljómsveit að bóka Hörpu eða Iðnó eða Borgarleikhúsið eða eitthvað. Það bara kostar allt rosalega mikinn pening og er mjög erfitt. Þetta náttúrulega eins og þú komst inn á að þá þetta rosa mikil vinna. Það gríðarlega mikil vinna og miklir peningar sem að fara í það að vera í hljómsveit. Það að gefa út plötu í dag er auðveldlega 1,5–2 milljónir ef maður er að spara sko. Og það eitthvað sem að við fjárfestum bara gjarnan úr eigin vasa. Og þetta verður dýrara ef maður hefur ekki jafningjastuðningin og getur svona tekið út greiða hvor hjá öðrum og svoleiðis. Já, það samt svolítið þannig í tónlistarsamfélaginu að við erum búin að sætta okkur svolítið við það að jú, vissulega eru greiðar á milli vinna en það yfirleitt alltaf í bara 5–10% afslætti af vinnu. En sem náttúrulega bara mjög fínt. Sem mjög fínt en á sama tíma ef þú ert í nýrri hljómsveit sem að koma inn á markaðin og þú vilt fara og taka upp efnið þitt þá ekkert endilega með þetta tengslanett. Nei, mitt. Og tala nú ekki ef þetta hljómsveit sem að krakkar í milli 18 og 20 að það rosalega erfitt að fá nýjar hljómsveitirinn á markaðin nema að þær séu styrktar alveg í döðlur í rauninni. En Akkur heldur að við séum, við veljum einhvern veginn svona sem samfélagi að jaðarsetja listafólk svona með þessum hætti og þá kannski líka bara letja börn
og úlinga til þess að feta þessu slóð vegna þess að hún eins og samfélagið okkar er byggt upp, þá þurfum við að eiga rosa mikinn pening, við þurfum að hafa mikinn tíma í vinnuna okkar og við einhvern veginn horfum á listina meira sem hobby, ekki sem eitthvað sem þú getur lagt fyrir þig og lifa þá. Erum við ekki á svolítið rangri braut með það? Eins og þú segir, það svo mikill auður í virku, músík og myndlistalífi og jafnvel sá sem ekki talin svona til peninga, það auðvitað mikið auðmagn að fá að njóta listar. Er það ekki kannski bara það að við erum okkur svolítið kennt að við eigum að feta þessa braut sem að þú klárar grunnskóla, þú klárar menntaskóla, þú klárar háskóla, þú ferð í vinnu, þú vinnur þessa vinnu og allt annað áhugamál og það alveg sama hér á Íslandi, það eiginlega alveg sama hvort þú horfir á afreksfólk í íþróttum eða afreksfólk í tónlist eða jafnvel í myndlist, það eru flest allir með einhvers konar dagvinnu og það getur alveg verið erfitt líka fyrir tónlistamenn að vera í dagvinnu og svo allt í einu meika það og þá þurfa þeir að fara túra út allan heim og hvað verður dagvinnuna því að svo túrin búinn. Já, en fyrir tónlistamenn borgar túrar eiginlega ekki neitt. Nei. Þetta mestmegnis kostnaður. Við fáum eiginlega ekkert fyrir listina. Erum við að búa til svona stéttaskiptingu bara í samfélaginu þannig að kannski börn efnameira fólks geti frekar farið og verið skapandi? Það kannski þarf ekki að hafa þessu sömu áhyggjur. Þess að fólk sem erfir kannski eitthvað svona. Á sterkt bakland. Já, jú, það mikið talað um þetta til dæmis í Bandaríkjunum og þess sem ég tók master í myndlist. Þetta mikið áhyggjurefni og hefur verið lengi sko. Ég man þegar sonu David Beckham gaf út ljósmyndabók og allir hlóður og sló mikið af henni en hún var þetta bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað strákur að tjá sig og á alveg rétt á sér eins og akkurat, og á alveg rétt á sér eins og hvaðna en það var svolítið svona, já, þetta er svona þú veist, og það oft einmitt að börn ríka fólksins, það fer oft í skapandi greinar vegna þess að það getur það. Já, það hefur þá kannski andrými til þess og kannski líka hvatninguna. Já, listir eru sko vel metnar, þú veist, það er hort upp til þeirra og borið virðing fyrir þeim á meðal hvað maður segja svona almennings. Já, nei, svona efri stéttar, þú veist. En þó svo hér á Íslandi að þá mætti alveg vera fleiri. Þú veist, allir þessi sem eiga alla þessa peninga mættu alveg vera duglegir í að kaupa myndlist og styðjana. Þú veist, að þetta er líka þú veist, samfélagið. Þetta eru líka, þú veist, einstaklega geta gert alveg gigantíska hluti bara með því að kaupa myndlist. Segjum svo að og kannski fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að þetta er kannski svona eins og einhvers konar píramída dæmi að sá sem kaupir listaverk bara leið og viðkomandi kaupir listaverkið þá hækkar það í verði. Þannig að manneskja sem getur keypt verk, hún getur gert alveg rosalega mikla hluti fyrir kannski ekkert svo mikið. Þannig að ég veit ekki alveg þetta er svo margs konar. En svo er þetta svo erfitt samtal líka, peningar og list, að þetta er svo viðkvæmt og þetta er einhvern veginn svo þunn lína að þú veist að það má ekki verða hvati fyrir sköpun að fá pening fyrir, að því þá er hún kannski ekki alveg hrein og svo, þetta er mjög erfitt samtal. En sko, sem listamaður, ef ég er og þegar ég er með peningaráhyggjur þá er ég ekki að skapa raskat sko. Þannig að þetta er eitthvað svona bara einhver algjör steypa að halda það að listamaður þurfi eitthvað þjást til að skapa, hann skapar ekki neitt sko þegar hann þjáist.
hann getur kannski unnið úr einhverju þjáningu síðan mér en að með þú ert að hugsa hvernig á ég að borga reyningin næsta mánaðamót þá maður ekki eitthvað að skapa einhverja briljant list sko. Þannig að sko, jú, þetta eitthvað fín millilína en þetta eitthvað fín millilína milli ríkisstyrkja og enga geran sko. Ég held að þetta geti alveg búið saman sko. Það þarf bara svona sitt lítið á hverju en kannski líka bara að allir einhvern veginn gera sig grein fyrir því að hver einasta manneskja getur gert eitthvað þannig að eins og með tónlistina já, ég meina en svo, þú veist, ok, segjum svo að það manneskja sem á peninga og vill gera eitthvað með þessa peninga það kannski minni líkur á viðkomandi vilja kaupa eitthvað húsnæði manneskja vill frekar að setja peningan inn á banka og lifa á vöxtunum þannig að þetta svolítið vand með farið með þetta þarf einhvern veginn að vera ríkisstyrt og borgarstyrt það þarf að vera svona samkomulega í samfélaginu að bara nú ætlum við að gera listafólki, tónlistafólki, myndlistafólki, bara rithöfundum öllum, einhvern veginn skapandi fólki, hátt undir höfði og ætlum að hafa hérna þetta rými hér í miðjunni. Og svo, ég meina, svo þetta hægt að velja bara og ef maður vill ekki vera partur af því og getur maður að fundið sér eitthvað annað. Já, þannig að þetta þarf að koma svolítið frá ríki og borg af því að þeir sem eiga peninga vilja oftast eignast meira peninga heldur en að gefa það. En var ekki bara í fréttum fyrir ekkert svo löngu síðan að það kom í ljós að Reykjavíkurborg á haug af húsnæði sem ekki í notkun? Jú, það rauninni, það ríkið sem á, hvað voru það, 70.000 fermetra af steypu á borgarlandinu. Þannig að þetta svona ríkið fór ef að mig misminnir ekki í þegar gert var upp úr kaupþingi, var búið til nýja kaupþing og þar var sjóður og hann fór í að fjárfesta meðlans í miðbænum þannig að það til fullt af plássi og það til fullt af húsnæði en það bara tómt. Já. Og maður veltir einmitt oft fyrir sér í þessu samhengi, ég meina fyrir heimilislistfólk og fyrir listafólk og skapandi fólk bara úr öllum geirum einhvern veginn, hvort það hvers vegna þetta sé ekki nýtt? Það hefur verið svolítið svona það sem ég hef aðeins velt fyrir mér, sérstaklega í ljósi þess að Reykjavíkurborg hefur verið að taka þátt í tónlistaþróunarmiðstöðinni og þetta félagsmiðstöð og þarna áfengi bannað, vímuefni eru bönnuð og tónleikarnir sem eru haldnir þarna eru fyrir alla aldurshópa og þarna eru allir velkomnir og maður hefur svolítið velt í fyrir sér af hverju ríkið og Reykjavíkurborg steig ekki bara inn í strax og sagði, heyrðu, ok, hér eru komin einhverjar ágreiningar um leigu og eitthvað, við eigum hérna húsnæði, þið getur farið hingað eftir þetta langan tíma, bara hægt og rólega að flytta ykkur yfir, en í staðina þá kom það til þess að hljómsveitirnar fengu bara að vita, hér lokar áramót og við vitum ekki hvað. Er þetta einkaaðilar sem eiga húsnæði? Já. Og nú að fara að breyta í einhverju þarna umhorfs á Grandanum. Það sé bara partur af því. Eins og þið eru svona að bíða eftir á Ægisgötunni að ykkur verði svona rutt út svo verið hægt að búa til pláss fyrir hótel og eitthvað svona. Gentrified, eins og sagt á ensku. Já, einmitt. En svo alltaf líka verið að auglýsa Reykjavíkurborg sé svo mikil listaborg og hér sé svo mikil gróska og svo bara hægt og rólega verið að ýta listafólki í burtu og úr miðborginni og En á sama tíma erum við með tónlistastjóra Reykjavíkur sem og hefur svona grasróta tónleika í Hörpu og reynir
Já, já. Ég veit ég að því ég þekki hana. Já, já. Hérna, en það er samt, það er sko þessi jaðar músík sem að verður svona, gengur svolítið út af. Já, já. Það er rosalega mikið af jaðartónlistin, náttúrulega þungarokkari, þannig að ég er svona, ég er í jaðrinum. Að við verðum mjög gjarnan út undan fáum lítið að taka þátt, að náttúrulega hefur verið mikil uppgengni í þungarokki þökk sé Skálmöld til dæmis. Skálmöld gerði rosalega mikið fyrir til að vekja athygli á íslensku þungarokki og hafa örugglega svona átt sinn þátt í því að byrja að byggja upp. En svo er líka sko, ríkið er með styrki fyrir tónlistamenn til þess að koma til Íslands. Erlenda tónlistamenn, erlendir og íslenski tónlistamenn geta sótt styrki eftir að þeir eru búin að vera í stúdíói og fá 25% endurgreiðslu af stúdíókostnaði. Og af hverju er þá ekki hægt að styðja við þessi rými sem eru hérna heima. Sem eru hérna heima. Í staðinn fyrir afsláttinu að kaupa þau bara og rukka leiður. Er ekki bara að leita að finna einhverja lausn fyrir ykkur eða vitið, nei þið vitið ekki neitt. Þið eigið eftir að fara bara hvert bandi sína áttina og eða hvernig verður þetta? Sko eins og þessu var lýst fyrir mér á fundinum þar sem að hljómsveitarnar voru kallaðar saman, að þá átti að loka áramótin og væri verið að leita nýju plássi, en svo þegar nýja plássið er komið þá þarf náttúrulega að græja það þarf að smíða rýmin, það þarf að fá arkitekta til þess að teikna þau og samþykkja og það þarf alls konar skipulag og rafmagn og allt saman og setja upp tónleikasal og svið og allar græjur til þess að tónlistaþróunarmiðstöðin geti haldið áfram sínu hlutverki. Og þið voru með styrktatónleika, var það þó til þess að styrkja við til þess að koma í veg fyrir þau myndi þurfa að fara eða? Nei, styrktatónleikarnir voru vegna þess að við erum að fara að þá þurfum við að geta greitt fyrir flutningskostnaðin. Ég skilði. Þetta er svo mikið, þetta er náttúrulega gríðalegt magna af tækjum og búnaði og annað sem er bara eign hússins eða sem sagt eign THM sem að þarf að fara í geymslu. Ég skil. Þetta er náttúrulega allur tónleikastaðurinn, það þarf að pakka honum öllum saman og setja hann inn í geymslu einhvers staðar. Ef húsnæði finnst ekki fyrir þann tíma. Já. En þó að húsnæði finnist að þá kostar samt sko flutningabílinn og fólki bak við það, mögulega gámur bara til að setja dótið í, allt sem þarf að henda og það þarf að kaupa gám eða leigja gám til að henda því. Vitið þið hvað húsnæði eitthvað kostar eða væri hægt að kaupa það eða? Það er ekki til sölu. Nei, ok. Það held ég að hafi bara verið gert mjög skýrt. Þetta er áhugavert. Hvað er svona ykkar svona draumahúsnæði? Eða þú veist, góð spurning. Já. Draumahúsnæði fyrir okkur þetta er kannski 1100 til 2000 fermetrar þar sem að við getum skipt upp í 40 fermetra rými. Við erum með 2-3 hljómsveitir í rými. Smáhljóðin ágrunn þarf ekki að vera mikil, það er allt í lagi þó að blæða á milli. Og það sé rafmagn og það sé stöðugt rafmagn. Við gerum ekki mikið meiri kröfur en það. Og staðsendingin er svolítið góðana út á Granda út af því að þetta er ekki mikið svona íbúabyggð. Já, þetta er mjög kjörið. Þetta er mjög kjörið og þannig er opnunartími, þannig að það er opið frá 6 á kvöldin til miðnættis og það er ekki best að vera með sólarhrings myndi henda mörgum. Það myndi henda mjög mörgum að vera með sólarhrings. Þetta hefur verið eitt helsta umkvörtunarefni hjá hljómsveitum í THM en þarna eru sko eins og Frumherji er á neðri hæðinni og Farmers Market og þarna er fólk bara, þarna eru fyrirtæki með opnun og
þetta hefur náttúrulega, það hávaði sem að fylgir þessu og það hefur áhrif á opnunartíma fyrirtækja. Já. En það náttúrulega væri kjörið að vera með 24 tíma opnun en það á móti líka kemur svolítið inn á þetta að það sé vaktmaður, það er alltaf vaktmaður til staðar af því að þetta er í rauninni félagsmiðstöð og þetta eru svo margar hljómsveitir og svo mörg rými og það er margar milljónir af tækjabúnaði þannig inni. Einmitt, það er svona tryggingamál. Líka, já. Að það þarf að vera einhver á staðnum og það er ekki hægt að ætlast til þess að það sé einhver á staðnum 24 tíma. Akkurat. Katrín Inga Jónsdóttir Hjörtysdóttir, listamaður og Magnús Ebbi Ólafsson, tónlistamaður og bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta. Nú erum við allavega búin að opna þetta samtal og það er vonandi að við náum eyrum einhverja sem annarkvort eiga peninga eða ráða í þessu landi og þau svona heyri hversu mikilvægt og gott það er að halda listafólkinu góðu og rýminu þeirra svona skapandi og í friði. Takk. Takk fyrir. Og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Ég þakka þeim sem á hlýddu og öllum góða gestum, samstarfsfólki mínu þakka ég samveruna í dag og minni á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi. Það er lítill hnappur og þið kunnið þetta nú eflaust sem horfið oft en lítill hnappur sem stendur áskrift og leiðir ykkur í allan sannleikan hvað skuli gera. Ég þakka fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.